Góðan dag og gleðilegan hvíldardag. Það gott að fá að vera með ykkur hér í dag. Ég var aðeins að stríðinni Steinunni pínuldi áðan. Hún var að spyrja barnasöguna og hvað ég ætlaði að tala um. Og ég sagði henni ég ætla að tala tvíbura. Ætli ég megi ekki bara segja jafnvel eineggja tvíbura. En svo sagði við henni að þetta væri hún í yfirfærðri merkingu og þið megið alveg minna mig á þetta í lokin ef ég gleymi að segja ykkur hver þessi tvíburar eru. En kannski kemur það bara í ljós. Ég ætla að byrja með því að lesa úr Opinberunarbókinni 14, 6 og 7. Og ég sá annan engil fljúga háhvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynnkvísl, tungu og lýð og sagði hárri röddum: óttist Guð og gefið honum dýrið, því að komin stund dóms hans. Tilbiðið þann sem gjört hefur himininn og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Í sambandi við þennan texta þá langar mig til að bæta við það sem að Drottinn sagði við Samúel litla, þar sem hann var að þjóna í musterinu með Elí og Guð var að segja Samúel hvernig Guð hafði verið vanheiðraður af sonum Elí. En þá segir Drottinn við Samúel þessi fáu orð: því að ég heiðra þá sem mig heiðra. Til hvers eru til sjöundadags aðventístara á jörðinni? Ekki nóg af kirkjudeildum? Ekki til nóg af söfnuðum? Af hverju eru til sjöundadags aðventistar? Guð kallaði Nóa til ákveðins verks. Guð kallaði Abraham til ákveðins verks. Hann kallaði Ísraelsmenn til ákveðina verka. Svo að Guð kallar fram siðbótina, siðbótarmenn. Og við trúum því að Guð hafi kallað sjöundadags aðventista fram á sjónarsviðið með ákveðin verk að vinna. Og hvaða verk eru það? Einn af stofnendum safnaðar sjöundags aðventista hefur sagt: verk okkar að boða boðskap englanna þriggja. Ég las þarna fyrsta boðskapinn: óttist Guð og gefið honum dýrið, því að komin stund dóms hans. Þessi köllun byggir á spádómum og þeir eru öruggir. En við verðum að þekkja þá. Við verðum að þekkja spádómana, við þurfum að þekkja sannleikann, við þurfum að þekkja kenningar kristinnar kirkju. Það eru Guðs fólk í öllum kirkjudeildum sem til eru.
Það eru einlægir fylgjendur Krists allstaðar. En Guð vill að við helgumst fyrir sannleikann. Skiptir sannleikurinn þetta miklu máli? Ég held það. Ég held að það sé ómögulegt að heiðra Guð með röngum kenningum. Það eru sjálfsagt margir sem að hafa rangar kenningar, hafa rang hugmyndir Guð, verk hans, en vita ekki betur. En ég þori að segja að Guð hefur gefið aðventssöfnuðinum undursamlegt ljós úr orði sínu og spádómanum. Við vitnum oft í einn af stofnendum safnaðarins, Ellen White, og hún segir eina öryggi okkar liggur í því að varðveita hinn fornu landamerki. Hver eru þessi fornu landamerki sem hluti af kölluninni að boða hinn síðasta náðarboðskap heiminum? Það eru boðorð Guðs, kannski sérstaklega hvíldardagsboðorðið. Það er að maðurinn ekki ódauðlegur, hefur ekki eðlislægan ódauðleika. Ég minnist þess að hvíldardagsskólakennarinn okkar vestra átti tal við indælan mann, vin sinn, vel menntaður, læknir, tilheyrði evangelískri kirkjudeild. Hann sagði við þennan hvíldardagsskólakennara okkar að þið aðventistar, ykkar kenningarnar úr ritningunni eru afar samhljóma. En því miður, sagði hann, í minni kirkjudeild er kenning sem hefur haft alvarlegar og skelfilegar afleiðingar, að Guð kvelur hinn óguðlega alla eilífð. Hann sagði, ég get ekki ímyndað mér þann skaða sem þessi kenning hefur gert nafni Guðs, að Guð kærleikans skuli kvelja, já, hinn óguðlega, alla eilífð, að eilífu, að eilífu, að eilífu. Og hvað hefur þetta gert ekki bara nafni Guðs, heldur fólki sem í einlægni trúir þessari boðun, að þannig sé Guð. Ég ætla að leyfa mér að lesa hérna tilvitnun, einmitt frá Ellen White, sem ég met mjög mikils. Guð hefur útvalið 7. dags aðventista og reyndar, ef ég má skjóta því inn í, hún nefnir 7. dags aðventista ekki mjög oft á nafn í sínum ritum. En hér segir hún, Guð hefur útvalið 7. dags aðventista sem sinn eignarlýð, aðskilinn frá heiminum. Hann hefur höggvið þá úr grjótnámi heimsins með hinum mikla meitli sannleikans og tengt þá sjálfum sér. Hann hefur gjört þá að fulltrúum sínum og kallað þá til að vera sendiherrar hans í síðasta verki frelsunarinnar, mesti fjársjóður sannleika sem nokkru sinni hefur verið falinn dauðlegum mönnum.
hátilegustu og alvarlegustu varnaðarorð sem Guð hefur nokkru sinni sent mönnunum hafa verið falin sjöundadagsadventistum að flytja heiminum. Sjöundadagsadventistar eru í þessum heimi sérstaklega sem verðir og ljósberar. Þeim hefur verið treyst fyrir hinum síðustu aðvörunarorðum til heims sem stefnir í glötun. Á þá skín undursamlegt ljós frá orði Guðs. Þeim hefur verið falið verk að vinna sem er mikilvægara og alvarlegra en nokkuð annað verk, en það er boðun boðskapar fyrsta, annars og þriðja engilsins. Sjöundadagsadventistar mega ekki leyfa neinu öðru að ýta þessu til hliðar. Við Jeanette fórum í Skálholt daginn og það vildi svo til að okkur bara garði þarna rétt fyrir 6. Og langaði að líta inn í kirkjuna, sjá mann koma, hljóp við fót, svo ég kallaði til hans og sagði, kirkjan opin? Já, sagði hann, komið inn. Og það var einmitt kvöldbæn, þetta var þriðjudagur, það er kvöldbæn í Skálholti alla virka daga. Þetta var sjálfur vígslubiskupinn sem var þarna ferð og það voru fáir í kirkjunni. Hann var með 6 manns, nokkur svona lítinn kór með sér. Svo Jeanette og ég vorum eiginlega einu kirkjugestirnir fyrir utan þá. Það sem hann fór fram með var alveg yndislegt, það var alveg stórkostlegt. Alveg stórkostlegt. Og mér datt í hug bók eftir Rick Warren sem reyndar hefur verið þýdd á íslensku. Afskaplega góð bók. Og einn af okkar fræðimönnum skoðaði þessa bók og greindi hana, gaf út bók þessa bók Rick Warren sem heitir The Purposeful Life. Og það sem kom fram í þessari bók eftir Herbert Douglass og hún heitir Truth Matters eða Sannleikurinn skiptir máli. Og svona niðurstaðan í þessari athugun þessa manns á þessari bók eftir Rick Warren var þessi. Það er ekkert að því sem að maðurinn segir upp til hópa. Það sem skiptir máli er það sem hann sagði ekki. En það er einmitt það sem ég tel að sjöundadagsadventistar hafi verið kallaðir til þess að boða. Einmitt það sem að evangelískar kirkjur segja ekki. Nú, langar mig að koma með aðra tilvitnun hérna. Þeir sem hafa séð og skilið sannleikann og gert sér grein fyrir mikilvægi hans og hafa reynt það sem Guðs ríki tilheyrir, eiga að kenna börnum sínum réttar kenningar. Þeir ættu að veita þeim greinargóða þekkingu á grundvallarkenningum trúar okkar, hvers vegna við erum sjöundadagsadventistar, hvers vegna við erum kölluð eins og Ísraelsmenn voru kallaðir, til að vera heilög þjóð, eignar líður, sérstök og aðskilin frá öllum öðrum á yfirborði jarðarinnar. Þessa hluti á að útskýra fyrir börnunum á einföldu máli sem auðvelt er að skilja og eftir því sem þau eldast þá á að aðlaga það sem þeim er kennt að aukinni skilningsgetu þeirra þar til grundvöllur trúarinnar hefur verið lagður, breiður og djúpur.
Hvað hefur þetta með tvíbura að gera? Kannski kemur aðeins betur í ljós. Hvað höfum við verið að tala um? Við höfum verið að tala um kenningar. Og þá nefnir það sem að Hvíldardagsskólinn fjallar í þessum ársfjórðungi. Kenningar Jesú Krists. Réttar kenningar. En réttar kenningar á sér tvíbura. Og hver er tvíburinn? Kannski má segja að tvíburinn sé í hvaða búningi á að boða réttar kenningar. Lítum aðeins á það sem að Kristur sagði við farisíana. Hann átti oft samtal við farisíana og þeir vildu kenna réttar kenningar og lögðu mikla áherslu á það. Og við eitt tækifæri segir Kristur: vei yður fræðimenn og farisíar, hræsnarar. Þeir eru hörð orð. Þér gjaldið 10% af myntu, anís og kúmeni, en hirðið ekki það sem mikilvægara er í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Kristur var ekkert á móti því, jafnvel, að borga 10% af fræjum, af myntu og anís. Guð vill að rétt sé rétt. Hann vill að við höfum réttar kenningar. Hann vill að við trúum sannleikanum en ekki villu. En hann tekur skýrt fram það sem er mikilvægast í lögmálinu: réttlæti, miskunn og trúfesti. Já, það segir í Sálmónum 143:10: kenn mér að gjöra vilja þinn, því að þú ert minn Guð. Þinn góði andi leiði mig slétta braut. Ef við höfum anda Guðs í boðun þess sem við trúum að sé rétt, ef við erum leiddir af Guðs anda, þá munum við ekki vera farisíar fyrir Guðs náð. Þá munum við hafa með okkur það sem mikilvægara er í lögmálinu, miskunnsemi. Á einum stað segir Kristur, ég held að sé jafnvel í fjallræðunni: ekki mun hver sá sem við mig segir, Herra, Herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gjörir vilja föður míns sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi: Herra, Herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni? Kennt hvað? Ja, hugsanlega rétta kenningu. En í hvaða anda? Það er það sem skiptir máli.
Gamla testamentið var alveg inn á þessari línu. Þetta er eitt af uppáhaldsversum mínum frá Míka 6:8. Hann hefur sagt þér maður hvað gott sé og hvað heimtar Drottinn annað af þér en að gjöra rétt, gjöra rétt, ástunda kærleika og framganga í lítillæti fyrir Guði þínum. Það er ekki hægt að boða jafnvel réttarkenningar hranalega, með hörku, með ádeilu, með gagnrýni. Það er ekki hægt. Það gengur ekki upp. Kannski gott að líta á sálmana. Nú veit ég ekki hvað tíma ég hef. Á ég að hætta núna? Nei? Á ég 5 mínútur eftir? 10? Ja. Ég vil ekki taka tíma frá Hvíldardagsskólanum. Það eru miklar umræður í Bandaríkjunum litla hópa, leshópa sem er alveg dásamlegir, alveg yndislegir. En þetta vil ég segja, að Hvíldardagsskólinn er stórkostlegasti leshópur sem hægt er að fá, sem hægt er að finna. Jæja, Sálmon, ég hef með texta þar sem ég langar að deila með ykkur. Skulum sjá, í 139. sálmi Davíðs, prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunarvegi og leið mig hinn eilífa veg. Hjarta mannsins þarf stöðugt að vera í sambandi við Guð kærleikans. Stöðulega hafa Guðs anda. Öðruvísi getum við ekki á réttan hátt boðað hinn undursamlega boðskap Biblíunnar. Förum að lokum í Galatabréfið, Efesusbréfið og Filippsbréfið. Hvað segir Páll postuli hér? Í öðrum kaflanum, 20. versi, ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guð, á Guðs son, sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Stórkostlegt. Hvað með anda Guðs í hjartanu, í lífinu? Páll segir, en ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Ég sé að hérna í salnum eru góði vinir mínir, stjórnandi gleðisveitarinnar, Magnús og Lára. Hugsa ykkur, ávöxtur andans, eftir kærleikur kemur gleði. Hugsa ykkur. Hvernig er hægt að vera harðneskjulegur í boðum boðskaparins ef við eigum ekki gleði, þá gleði sem Guð veitir okkur? Það að gera gott. Hér segir Páll áfram í Galatabréfinu, þreytumst ekki að gera það sem gott er, því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Þess vegna skulum við, meðan tími er til, gjöra öllum gott og einkum trúbræðrum okkar.
Jæja, það undursamlegt að bara deila orðinu með hvort öðru. Þá ég komin í Efesusbréfið, 4:32. Verið góðviljaðir hver við annan, miskunnsamir, fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið okkur. Ljósins börn. Ritningin talar það, að við séum ljósins börn. Fyrirgefi, ég svo hrifinn af þessu íslenska vatni með það sem við fáum úti. En það líka annað sem kemur til þegar maður eldist og fyrir að taka mikið af meðulum. Já, þeir sem eru ung, ég ætla ekki að segja meira það. En hér alveg stórkostlegt vers í Efesus 5:9. Það reyndar byrja aftast í 8. versi. Hegðið yður eins og börn ljóssins, því að ávöxtur ljóssins einskær góðvild, réttlæti og sannleikur. Tókuð eftir þessu? Einskær góðvild. Það bara ekki hægt að segja þetta fallegra. En að lokum, ég kom hérna með heilmikið af miðum, en ég ætla að ljúka með Filippíbréfinu, öðrum kaflanum, 1. til og með 5. vers. Það Páll sem talar. Ef nokkurs másins uppkvatning í nafni Krists, ef kærleiks ávarp, ef samfélag andans, ef ástúð og meðömkun másinn nokkurs, þá gjörið gleði mína fullkomna með því að vera samhuga, hafa sama kærleika, einn hug og eina sál. Gjörið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfan yður. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annara. Verið með sama hugarfari sem Jesús Kristur var. Við skulum biðja. Faðir á himnum, við þökkum þau forréttindi að mega vera í húsi þínu á þínum heilaga degi. Við þökkum fyrir þá fullvissu að þú ert mitt á meðal þeirra sem tilbýða þig í anda og sannleika. Já, það sem bara 2 eða 3 eru samankomnir, en hér erum við mörg. Faðir, þú hefur blessað okkur með nærveru þinni, nærveru anda þíns, nærveru Krists fyrir orðið og fyrir andan. Við þökkum þessi gæði, Faðir, og við biðjum þig að blessa okkur. Blessa okkur þegar við lesum orðið og dveljum við það og gleðjumst yfir kærleika þínum. Gleðjumst yfir fagnaðar erindinu. Gleðjumst yfir að Kristur hefur tekið á sig okkar skuld og hann vil skapa í okkur nýtt hjarta og gefa okkur nýjan stöðugan anda. Faðir, við þökkum þessar miklu blessanir og við biðjum þig að vera með okkur, ekki aðeins það sem eftir hvíldardagsins, heldur einnig á morgun og næsta dag þar á eftir, já, alla daga lífs okkar. Og við biðjum þess, Faðir, að við mættum vera viðbúin komu Jesú Krists og við mættum öll vera á meðal þeirra sem hann kannast við. Öll
vera á meðal hinna endurleystu. Faðir, við þökkum kærleika þinn og blessun í Jesú Kristi, í Jesú nafni. Amen.